Ég heiti Gauti Jóhannesson og er sveitarstjóri í Djúpavogshreppi og við erum staddir á Djúpavogi sem er þéttbýliskjarninn í hreppnum. Í sveitarfélaginu búa svona þetta er rúmlega 460 manns. Mikill meirihluti býr hérna í þorpinu, sennilega rúmlega 400, það bil 400. Hér hafa íbúar lífsviðurværi sitt af sjósókn, fiskvinnslu, landbúnaði, þjónustu. Hér er náttúrulega rekinn grunnskóli og leikskóli og börn á leik- og grunnskóla aldrei því eru rúmlega 100. Þannig að þetta er svona það helsta. Það sem er náttúrulega helst að frétta er það að við erum að ná okkur svolítið upp úr erfiðu tímabili sem við gengum í gegnum eftir að við misstum frá okkur fiskveiðiheimildir 2015. Okkur er að fjölga aftur, okkur fækkaði þarna á tímabili og það sem við stöndum frammi fyrir núna og háar okkur mest er að okkur vantar meira húsnæði vegna þess að það er töluvert af fólki sem vill flytja hingað og okkur vantar fleira fólk og það er svona stærsta viðfangsefni sem við erum að glíma við núna. Það sem við náttúrulega stöndum frammi fyrir núna sem menn gerðu ekki fyrir nokkrum árum síðan er það töluvert af því fólki sem er að flytjast hingað, það er af erlendu bergi brotið, það fer vaxandi. Megnið af því fólki sem að flytur hingað erlendis frá er fjölskyldufólk, setur sig hérna niður. Það er mjög lítið að fólk sé að koma og fara. Menn koma hérna og setjast að með fjölskyldur og verða bara hluti af samfélaginu fljótlega, eða mjög fljótlega. Ég held að þetta sé mjög þétt samfélag. Ég flutti hingað sjálfur 2001 og mín fjölskylda og hluti af því hvað okkur hefur liðið vel hérna er náttúrulega samfélagið, það er fólkið. Við erum þannig í sveit sett að það er tiltölulega langt í næsta þéttbýli. Þannig að þeir sem hér búa, þetta er fólk sem þarf að vera dálítið duglegt að bjarga sér sjálft. Við getum ekki farið neitt annað til þess að leita aðstoðar, þannig að það gerir samfélagið kannski þéttara en ella. Menn standa þétt saman og reyna svolítið að standa á eigin fótum. Hér er nú tiltölulega öflugt félagslíf. Það er mikið íþróttastarf, það er mikið að gera í íþróttahúsinu og það er svona það helsta. Það er viðvarandi hérna töluvert áhuga fólki fyrir útivist, gönguferðum. Hér eru töluvert margir sem safna steinum. Hér hafa menn gaman af fuglaskoðun, veiði. Það er töluvert almennt að fólk er að nýta til dæmis ber og þess aftur á haustin. Það hefur verið töluvert tónlistarstarf hjá okkur. Við bjuggum að mjög öflugum tónlistarskóla lengi. Þeir tónlistarkennarar að vísu fluttu burt en við erum vonandi að fá nýja tónlistarkennara núna í sumar, þannig að þá bara tökum við upp það sem frá var horfið. Ég er allavega þeirrar skoðunar að Djúpavogur á bjarta framtíð fyrir höndum. Ég held að staðurinn eigi aldrei eftir að verða mjög fjölmennur en ég er alveg sannfærður um það og ég byggi það á reynslu minni af því fólki sem hér er og svona því sem ég hef upplifað að þetta er staður sem á eftir að kannski ekki vaxa mikið en hann á eftir að dafna. Þannig að ég ber engan kvíðboga í brjósti fyrir því.